Pétur, sigur Grindavík eftir hörkuleik. Hverju viltu þakka þetta, svona fljótu bragði? Þetta annar leikur í röð sem við lendum 16 mínútur á móti Haukum og komum tilbaka og síðan lendum við 18 mínútur og bara að trúa að koma tilbaka og við varum að spila mjög illa í öðrum og þriðja og grófum okkur svakalega hólu en bara Daniel Kahneman gerði ótrúlega vel og kláraði þetta og við fengum stór svona play frá mörgum í restina. Svo þær trúa á þetta og sína karakter og þótt að við spilum ekki vel, þá erum við að klára og það er ég ánægður með. Hver er breytingin frá það? Þið voru með 28 stig, mann ég, í mjög langan tíma. Voru komna dálítið vel fram úr Grindavík, en þá var eins og þær heimastelpur hefðu bara skellt í lás. Hvað breyttist þá? Við tökum við erum komin að þetta 10 stigum yfir og við tökum svona 2-3 mjög slæmar ákvarðanir þar sem þær fá þriggjastagsskot beint inn í að við erum komin bara inn í leiki. Mér finnst líka allt önnur dýnamík yfir þessu Grindavíkarliði núna og bara þetta er ekki Grindavíkarliði sem ég spila á móti daginn og ég verður bara að gefa þeim líka rosa mikið hrós. Þetta er náttúrulega, maður veit það og við erum allir búin að vera að tala það að það eru hörkuleikmenn í þessu liði, mjög góði leikmenn og einhvern veginn hafa þær bara ekki náð saman og núna einhvern veginn, kannski nýr þjálfari og nýjar áherslur og ég vil bara gefa þeim líka hrós og Palli, ég held að Palli sé rétti maðurinn í að snúa sig við fyrir þær og við unnum og við spilum illa á köflum, náðum að koma vel í fjórða en tekja ekki á móti þær spilum líka hörkuvel og þeim vantar náttúrulega erlenda leikmann svo það sýnir bara hvað þetta lið er öflugt. En þið vinnið loka fjórðunginn, mann ekki alveg hvernig það fór, en nokkuð stórt allavega. Voru einhverjar áherslubreytingar hjá þér fyrir hann eða hvað? Nei, við fórum í svona aggressíft svæði og náðum aðeins að brjóta upp leikið þannig og við gerum þetta líka mútið Haukum og mér finnst, þetta var, eins og ég sagði eftir síðasta leik, þetta er svona síðasta hamstræði, við vorum komin langt undir. Við þurfum að gera eitthvað til að breyta tempóinu á leiknum. Og þær gerðu vel og það kom svona allt annar andi yfir hópinn þegar við náðum að stoppa og skora svona breikuðum aður og náðum að stoppa við náðum að fá hraðablöpskörur það er náttúrulega bara, þetta er svona momentum sport vindurinn er í baki eða á móti, það er annað hvort, það var í baki á okkur fyrir það. Takk fyrir.